Góðir Íslendingar, velkomin að græna borðinu sem hefur verið fastur liður á dagskrá samstöðurinnar síðan í lok janúar og við ætlum að halda uppteknum hætti. Ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson, umsjónarmaður þáttarins að þessu sinni. Við græna borðið situr í dag með mér Snæbjörn Guðmundsson sem formaður náttúrugreiða. Snæbjörn hefur verið ötull baráttumaður á sviði náttúruverndar í áratugi, má segja. Já. Það ekki? Jú. Og núna nýlega að þá var hann aðili að ákvörðun sem hefur vakið dálitla athygli, en það var þegar að úrskurðarnefnd auðlindamála felldi úr gildi framkvæmdaleyfi sem Árneshreppur hafði gefið út fyrir HS Orku sem ætlaði á sumri komanda að hefjast handa við undirbúning framkvæmda við Hvalárvirkjun. Þetta ekki alveg nýtt mál vegna þess að það hefur verið deilt fyrirhugaða virkjun í Hvalá í dálítið langan tíma og sú baráttu hefur tekið á sig ýmsar myndir sem við kannski förum aðeins í gegnum á eftir. En ég gerir ráð fyrir Snæbjörn að þú sért ánægður með þennan úrskurð. Já, það nú ekki að segja annað. Þetta alveg, og hann eiginlega, þessi úrskurður er risastór, sko. Hann risastór. Já. Og merkur áfangi í baráttunni gegn Hvalárvirkjun. Ég aðeins forvitin þetta félag eða þessi samtök sem þú ert formaður fyrir, sem heitir Náttúrugrið. Segðu mér aðeins frá því hvernig þessi félag, þetta var til og hvað þetta nákvæmlega? Já, sko, Náttúrugrið, Náttúrugrið eru samtök sem ég stofnaði 2021, eftir því sem ég best man. Þau eru svona 5 ára gömul. Og þetta almannahagsmuna, almannasamtök á sviði umhverfisverndar, náttúruverndar. Og markmið samtakana að samþykktum þeirra að stuðla að líffræðilegum og jarðfræðilegum fjölbreytileika í náttúru Íslands. Þannig að þetta rauninni bara eins breytt svið og það mögulega verður. Já, sko. Ykkur ekkert óviðkomandi. Nei, og á landsvísu, sko, við höfum verið rauninni bara það sem að okkur virðist þurfa að taka málum, sko. Þetta ekki fyrstur afskiptið þína af náttúruvernd. Segðu mér aðeins frá því hvernig það svona vildi til að þú hóst að skipta þér að þessum málflokki. Sko, ég ólst mikið upp út á landi, þar sé á ferðalögum. Nú, var einhver sérstök ástæða fyrir því? Já, foreldrar mínu bara höfðu gaman að því að ferðast á landið, sko, og foreldrar þeirra, sko, af amma og þannig að það eiginlega svona kannski uppeldin að þakka að ég kynntist landinu vel. Já. Og svo hófst þetta rauninni kannski mín fyrsta afskipti beint að náttúruvernd eru í Kárahnjúkamálinu. Ég næ svo langt aftur, sko. Þannig að þá var ég að mentó. Já. Og við fengum, ég man eftir að fengið leyfi úr íþróttum til að mæta á mótmælafundi og svona, sko. Vel gert, segir maður. Í mentó og þá það svona kannski upphafið og svo bara var maður alltaf einhvern veginn í kringum fólk sem var í þessum málum og mætti á fundi og stóru gönguna hans Ómars og þeirra og kringum þetta Kárahnjúka mál allt. Það svona fyrsta stóra málið. Ég náði ekki beint Þjórsárverum, sko. Nei, ekki alveg. Sko. En þú hefur, man ég það ekki rétt, varst ekki formaður landverndar hríð? Jú, svo sko 2015 þá hefst, þá kem ég aftur inn í þetta almennilega, sko, og það í kringum Hvammsvirkjun. Já. Og virkjana áform neðan Búrfells virkjuna, sko. Já. Það þá sem sagt var Landsvirkjun aftur komin á stað með þau áform og óskaði eftir
upptöku ákveðin skipulagsstofnanir að endurskoða umhverfismat, að hluta eða heild og allt það og þá fór ég að stað svona með ekki skráð félag svona. Það var hópur sem nefndist Verndun Þjórsá og maður kynntist fólkinu fyrir austan vel og svona. Þannig að Þjórsá svona svolítið mín uppspretta í þessu. Já. Og upp frá því raunni held ég svo áfram og tengist fólkinu Landvernd og var þar tíma sko. Var kjörinn formaður stjórnar sko. Svo lenti ég nú í veikindum þannig að ég datt úr því í nokkur ár sko. En svo og fórst svo á stað á eigin vegum? Nei, svo fór ég á stað, það var Hvalárvirkjun næst kringum 2018-19. Það nefnilega það. Þannig að það sko Hvammsvirkjun, það sko fyrst Kárahnjúkavirkjun, svo Hvammsvirkjun og Hvalárvirkjun og svo bara 2021 þá fór ég að stað í þessu öllu sko með náttúrugrið sem ég stofnaði ásamt svona smá hópi og svo að þau færi bara vaxandi sko. Já. Svona félagafjöldin sko en þetta eru ekki kannski. En þau eru hluti af þessari flóru félagasamtaka og áhugamanna á sviði náttúruverndar og þá kannski rétt að nefna þau félag sem að stóðu með náttúrugriðum eða ásamt náttúrugriðum að þessari kæru til úrskurðarnefndarinnar og þau voru sko 2019 þá þetta var á fullu sko þá eru náttúrugrið ekki komið til sögunar og þá voru þetta raunni ungir umhverfisinnar og það er Landvernd auðvitað og náttúruverndarsamtökin Íslands og núna var þessi kæra sem í haust það voru þessi samtök 4 sko, feldsamtök Landvernd, Náttúrusamtök Íslands ungir umhverfisinnar og náttúrugrið. Einmitt. Ég man eftir þér yfir kaffibóllum einhvers staðar með breskum kortasérfræðingi Steve Carver sem að kom hingað og það tengdist, var það ekki, hann var að kortleggja víðerni samkvæmt aðferðafræði sem hann starfar við út í Bretlandi. Það tengdist bara aftur í gegn Hvalárvirkjun, var það ekki? Jú, sko það er nefnilega það er búið til víðernakort af Hornströndum. Þetta er nefnilega sko svona hvað segir maður, global vandamál sem við að það er sífellt verið að ganga á þau svæði jarðar sem eru ósnortin eða ósnortnust sko. Við köllum víðerni eða við köllum það á íslensku og hann er sérfræðingur í það sem kallast á ensku wilderness mapping að kortleggja þessi svæði sko, hefur verið eiginlega svona jafnvel bara má segja fararbroddi í heiminum og er með stofnun hana við Leeds háskólan og við fengum hann sérstaklega til að skoða víðerni stranda, Holtsenda og Dranga jökulsvíðernin sem við nefndum, eða hann nefndi og út úr því komið mitt að sko Hvalárvirkjun og lína sem þyrfti auðvitað að leggja frá henni til að tengja við flutningskerfið. Þau myndu skerða eða raunni klippa í sundur víðerni þannig á Ófisvaraheiði og mjög stórt svæði sem annars sem í dag fellur prýðilega undir skilgreininguna á ósnortnum víðernum. Já, alveg gríðar stórt svæði sko. Hann kom svo aftur hingað, var það ekki, til þess að kortleggja hálendið? Jú, svo hefur hann kortlegði hálendið og endað á að kortleggja allt Ísland með þessari sömu aðferðafræði sko, sem þessi svona alþjóðlega viðurkennda svona almennt fellur að skilgreiningum alþjóða náttúruverndarsamtakanna IUCN og Wild Europe og er svona viðurkennd aðferð sko, alþjóðlega, já. En nú kemur hann hingað á vegum félagasamtaka í rauninni. Jú. Hvernig hafa stjórnvöld tekið þessu framtaki? Hefur þessi kortagerð eitthvað, hafa þau nýtt sér þessa kortagerð eitthvað við ákvarðantöku? Hún er alveg, já sko þessi kortlegning hans fyrst á hálendinu og svo á öllum víðernum landsins, núna er verið að miða við hana í ákvarðantökum, skipulagsstofnun og umhverfisstofnun og bara almennt fyrirtæki sem eru að vinna orkuverkefnum og fleira, sko, þau eru að vísa til hennar, já.
og það vísað til hennar í úrskurðunum sem kom núna daginn, Hvalárvirkjun. Og svo við komum aftur að þessum úrskurði, ef við rifjum aðeins upp þetta ferli þessa máls, ef að svo má orðið komast. Ég veit ekki hvað þú ert góður að muna ártöl, en þetta orðin baráttan, ef við skilgreinum þetta sem baráttuna gegn Hvalárvirkjun, að þá nær hún, þetta orðin 10 ár? Eitthvað svoleiðis, eða er það 18 eða 19 sem þetta byrjar? Ég sko, umhverfismatið kemur út 2017, það 9 ára gamalt sko. Já. Þannig að, og auðvitað var aðdragandi að því, þannig að, og hversu langt það aftur það nær sko, það en umhverfismatið ákveðin svona tímamót. Já, umhverfismatið tímamót. Og í framhald af því að þá ráðist í því, og svo því sé haldið til haga, þá Hvaláin í allan þennan tíma í nýtingarflokki. Er það ekki rétt? Jú, hún fór í nýtingarflokk 2013. Já. Jú, hún fór í nýtingarflokk 2013 og það hefur sko og frá 2017 þá hefur auðvitað baráttan sko verið hörð og fram til 2019 þá eru þessar framkvæmdir þar sem var verið að laga veginn að Hvalá Ófeigsfjörð. Já, og Ingólfsfjörð. Já, og Ingólfsfjörð en svo stoppar þetta runni 2019-20 eitthvað á og því það þegar að hefjast málaferli fyrir inn í dómskerfinu landamerki þarna fyrir norðan. Já. Því að kjarni þessara deilu sumpart það það ekki að upphaflega var talað Hvalá og Hvalárvirkjun og hún sem slík setti í nýtingarflokk. En þessi áform þau áform sem alltaf hefur verið tekist á að þau fela það í sér að það tekin miklu meira vatn til virkjunarinnar og úr Eyvindarfjarðar á sérstaklega sem að magni til lítið minni heldur en Hvalá ef mann rétt. Já. Og svo við rifjum þetta upp fyrir áhorfendur að þá gengu þessar deilur út á það að eigendur Dranga, var það ekki? Drangavíkur. Já. Að þeir höfðuðu mál og vildu véfengja þau landamæri sem eru dregin milli Engines og Drangavíkur. Já. Sko þetta eru 3 jarðir sko, þetta er Ófeigsfjörðurinn og svo þarna Drangavík og svo Drangar þar fyrir norðan sko og svo þessi litla Engines. Já, Engines sem sko bara raunni smájörð og bara eitt lítið en það höfði sett verið dregin upp landamerki á kort. Já. Og það einhvern veginn hafði enginn sko átt að sjá því að það þyrfti nú kannski að svona staðfesta þau nokkuð nátt. Já. En þetta urðu ansi langvinn málaferli fyrst í hér á 2 dómstigum. Já, 3. Já, og til þess að gera langsögu stutt að þá auðvitað á endan staðfesti Hæstaréttur þau landamerki sem að í rauninni virkjunaráform miða við. Já, hann gerði það sko. Já. En það svona svolítið sérstakur úrskurður, myndi ég að segja. Já. En lengra, það verður væntanlega ekki lengra farið með það mál. Nei. En hvert svona, svo við víkjum aftur að þessum úrskurði sem að úrskurðarnefnd auðlindamála feldi, fellir framkvæmdaleyfið úr gildi. Hvað svona inntakið í, hvernig kemst nefndin að þessari niðurstöðu? Sko, við sem sagt, það gefið út framkvæmdaleyfi fyrir fyrsta áfanga Hvalárvirkjunar, eins og svo nefnt. Já. Og það nú þannig að yfirleitt framkvæmda aðilar gera sér það stundum með leik að taka stóra framkvæmd eins og bara heila virkjun og reyna að klippa hann upp í minni búta og fá sér leyfi fyrir hverjum bút fyrir sig sko. Það kallað project splitting á ensku eða eitthvað svoleiðis. Og þetta hafa ýmsir framkvæmda aðilar stundað sko. Við gerum gert þetta sko, taka smá búta í einu og málbygga svona aðeins upp á kjöl til dæmis. Jú, þetta talað svona salami pilsuskurð á þegar Vegagerðin hefur verið að taka smá búta á Kjalvegi í einu og gera og láglendisvæða álendisveginn þannig.
og þannig Þetta er svipuð aðferðafræði. Þetta svipuð hugmynd sko í rauninni, segjum bara þau vildu gera þessar svoköllu undirbúningsframkvæmdir sem að snerist að það þyrfti að leggja veginn upp á heiðina og upp að fyrirhugðum stíflusvæðum og yfir að Eyvindarfjarðarvatni og upp að vatnalautavötnum og út allt og fara í námur og sækja sér efni og svona en að kalla þetta undirbúningsframkvæmd nú kannski svona full langt gengið sko. Þannig að kæran snýrurinn að því að þetta væri heldur langt gengið. Sko það ekki loku fyrir það skotið. Úrskurðarnefnd segir það ekki útilokað að í ákveðnum tilfellum megi veita leyfi, framkvæmdarleyfi fyrir kannski einhverjum ákveðnum hluta stærri framkvæmdar. En alla hérna þetta ein framkvæmd. Og það þurfa þá að gefa leyfi fyrir henni og ekki klippa hana svona upp. En þannig að við kærjum það og við sem sagt og bárum undir úrskurðarnefnd líka að hér væri ekki tekið tillit til laga stjórn vatnamála. Sett vatnatilskipun Evrópusambandsins. Okay. Sem það sem að feldur unni til dæmis fyrsta virkjanleyfi Hvammsvirkjunar. Já. Og því þetta eru lög frá 2011 og þau hafa bara ekkert verið praktíseruð sko. Það eins og þeim hafi bara verið stungið í skúffu og gleyma þeim bara. Já. Þau að þælast sko fyrir. Já. Þannig að við bárum þetta undir að úrskurðarnefnd og sögðum hér ekki búið að ástandsmeta vatnsföllin og stöðuvötnin og grunnvatni sem hér ræðir. Það augljóst að framkvæmdin mun hafa áhrif á þau. Og það svo vel staðfest af dómafordæmum og svoleiðis að það verður að sko vatnatilskipunin segir við þurfum að vernda vatn. Til þess að vernda vatn þurfum að þekkja ástand þess eðlilega. Og ef við ætlum að framkvæma eitthvað eða gera eitthvað sem að við kemur viðkomandi á eða stöðuvatni eða strandsjóð eitthvað svoleiðis, þá þurfum við að vita hvert ástandi og það þarf að segja hvert ástandi verður. Og þannig að ef því hnignar of mikið, þá þarf að fá sérstaka undan þá heimild. Og það til dæmis það sem að Hvammsvirkjunar framkvæmdinni snúast sko. Að fá þessa framkvæmdar undan þá heimild, en í tilfelli þessa fyrsta áfanga Hvalárvirkjunar þá hafði ekkert verið gert að því. Það hafði ekkert verið gert. Nei. Þetta ástandsmat á vatnsföllum og hugsanlegum breytingum á þeim, það tímafrekt projekt? Er eitthvað sem hægt að gera á einu sumri eða einu ári eða þarf að fylgjast með ástandi vatnahlotsins í lengri tíma? Það algjörlega sko fyrir eftir hverju máli fyrir sig sko. Við höfum alveg séð þetta gert þarna var bara átti að gera þetta einhver tíman bara eftir á eða svona þetta var svona mjög óljóst inn í framtíðinni. Það má alls ekki. En svo höfum við séð svona framkvæmt ástandsmat og það sem allt unnið bara eftir bókinu og vel gert. Og óskað eftir jafnvel undanþágu og það þarf hins vegar að framfylgja ákveðnum reglum sko, og fara eftir lögum sem Alþingi setti til innleiðingar á vatnatilskipuninni. Eins og í tengslu við Hvammsvirkjun þá telju að þau lög það sé ekki farið eftir lögunum sko. En þarna í rauninni ég veit ekki, þau geta gert þetta ef þau viljað sko. Þau bara... En þessi ágalli að það hefði ekki verið sinnt þessu ástandsmati, var þetta veigamikill þáttur í úrskurði nefndarinnar? Já, nefndin segir rauninni þessi þáttur einn og sér hefði fellt leyfið. Já. Að það var ekki ástandsmetið þau vatnsföll og stöðuvötnin upp á heiðinni sem að yrðu fyrir áhrifum bara þessum hluta framkvæmdana. Einmitt. Og þá á eftir að skoða sko, afganginn af Hvalárvirkjun. Já. Og það sem átti sko, eins og þú segir að veita Eyvindarfjarðará yfir í Hvalá og Rjúkanda og það átti bara umturnarsvæðin algjörlega hvað farðar vatnafar sko. Já. Þannig að það ekkert að því hefði verið skoðað sko. Og en í kærun
okkar til úrskurðarnefndar þá var farið fram á þetta skoðað en líka var umhverfismatið upprunalega það skoðaði bara Hvalárvirkjun sem slíka og svo mögulega svona óljósa tengileiðir við flutningskerfið. Þannig að umhverfismatið sem að í rauninni frá 2017 að það tók í rauninni ekki til áhrifana á Eyvindarfjarðar og þeirra vatnaflutninga eða hvað? Það tók ekki í skilningi vatnalaga en það skoða heldur ekki tengdar framkvæmdir sem sem sagt tengingin við flutningskerfið yfir Ófeigsfjarðarheiði sko. Ég skil. Þannig að það hefði þá kallað á nýtt umhverfismat fyrir línulögnina. Já sko hún í umhverfismatsferli á vegum Landsnets. En úrskurðarnefndin sagði nei. Þetta þarf að meta sem eitt heildarverk. Það ekki hægt að segja umhverfismat fyrir Hvalárvirkjun og svo umhverfismat fyrir línuna heldur á þetta meta. Þetta ein heildarframkvæmd. Og þetta hefur verið svolítið vandamáli gennum tíðina sko að umhverfismatslöggjöfin er alveg skýr með þetta. Ef að þú ert með til dæmis virkjun sem þar svo tengingu við flutningskerfið þá á að meta virkjununa og tenginguna saman. Sko. Þetta eru tengd verkefni. Þú getur ekki sagt við viljum að leggja veg og svo umhverfis sem við einhverja brú bara sérstaklega sko, eða annar stað einhvern veginn sko, þetta er algjörlega tengt framkvæmt og það rauninni bendir úrskurðarnefndin á líka í úrskurðinum sínum að það ekki bara að vatnamálin séu ólagi, heldur bara sjálft umhverfismatið, það tekur ekki á heildarframkvæmdinni sem virkjun og tenging og áhrif á sem sagt jarðminnar og vatnafar og víðernin. Man ég það rétt að þú hafi sérstaklega gert athugasemdir við tiltekin náttúrufyrirbæri trjábólaholur þarna á svæðinu sem að þeim sem gerðu umhverfismatið hefði trúlega yfirsést eða hvernig var þetta? Þetta var svo sko það það sem að til dæmis úrskurðarnefndin finnur að sko. Það var ekki jarðminjar voru ekki rannsakaðar í umhverfismati. Það er nefnilega það. Það er nefnilega það sko því að trjábólafjörin þau eru steingervingar í skilningi laga sko og steingervinga má ekki fjarlæga eða eyðileggja nema með mjög sko ströngum skilyrðum sko. Og þetta tengist þínu sérsviði, þú ert jarðfræðingur eða ekki? Ég er jarðfræðingur. Og þekkir gott trjábólafarið þú sér það? Já. Og við heyrðum að það var svona hann kringum 2019 þá heyrðum við fyrst að þessu byrju þá þekkti fólk á svæðinu sko, það vissi af þessu trjábólafjörum og ég hugsaði, þau eru alfriðu sko, bara stranglega friðu sko. Og getur að því ég hef nú temmilegan áhuga á sko þessum málum, hvar eru þessi trjábólaför? Þau eru sko, ef ég vildi fara að skoða þau? Það er nóg að keyra að enda slóðans við Hvalá. Það er hægt að ganga bara rétt yfir holtið sko, ég átti að aðalfarvegi í Hvalár og þar er þetta í hraunlögunum og við vöktum athygli á þessu, sendum erindi á Náttúrufræðistofnun og þau sendu jarðfræðinga sem eru sérfræðingar í þessu bara strax á staðinn og niðurstaða þeirra var þau kortlöðu en komist ekki upp á heiðina, kortlöðu bara hlíðina sko og niðurstaðan var að líklegast væri hvergi annars staðar á Íslandi hægt að finna jafn mikinn þéttleika trjábólafara eins og þarna. Það er mjög sérstakur staður bara út frá því sko. Steingervingum. Nú er þetta af því ég hef þvælst aldrei Vestfirði þá ég stundum séð svona för norður Hornströndum og mér er það minnistætt að niður í fjöru í Hrollaugsvík rétt sunna við Hornbjargsvita að þar eru gríðarlega stórar svona holur sem við höfum stundu sýnt fólki sem er þarna á ferð og mér er minnist að þessi óformlega vottun þegar að doktor Freysteinn Sigmundsson var með í för með okkur, hann sagðist aldrei hafi séð svona stórar
Já, er það? Stórar holur eins og þar eru. Já. Þannig ég á fulla von á því að þessar í Ófeigsfirði gefi þeim ekkit eftir. Nei, og það sko, eins og ég segi, sko, þetta er þekkt víða Vestfirði. Já. Og það verður þetta bent á það, þetta nú hér og það. Já, sko. það kemur málun ekki til. Nei, en Náttúrufræðistofnun sagði, þetta er svo sérstakur stað með þess að það er svo mikið þéttleikinn. Þetta er rauninni bara... Já, þarna gafstu mér ástæði til að fara norður í sumar og líta á þetta þó ég hefi oft og síðan sinnum komið og ganga upp hlíðarnar, sko, þá sér maður þetta er rosa. Já. En þannig að ég skil það svo að þeir sem stóðu að þessum kæru málum að þeir telji þetta vera markverðan áfanga ef ég veigra mig kannski við að segja sigur en markverðan áfanga í þessari baráttu. Já, sko, í rauninni fellir úrskurðarnefndin umhverfismatið bara úr gildi og segir umhverfismatið það er ekki hægt að byggja leyfi á þessu umhverfismati. Þið þurfum bara að gera þetta upp á nýtt. Þannig að þetta er ekki bara skref aftur á bak að útgáfu framkvæmdaleyfisins, heldur þetta er skref aftur á bak ennþá lengra. Já, 9 ár. Já. Þannig að það verður ekkit af neinum framkvæmdum í Ófeigsfirði í sumar. Ekki bráð, nei. Og þegar að á sama tíma og þetta er að gerast, að þá eru íbúar í þessum fámennarhreppi að kjósa í sameiningarkosningu þeir vilja sameinast Kaldrananeshreppi sem er næstur fyrir sunnað á og ef ég man rétt að þá var það samþykkt í báðum sveitarfélögum þannig að það kannski hækkar enn flækjustigið á þessum málum í heild sinni að því að það er þá væntanlega ef þessi sameining gengur eftir þá verður þá væntanlega ný sveitarstjórn sem er við að eiga. Já, ég myndi halda, ég þekki ekki pólitíkina vel, sko. Ekki smáatriðum, sko. Ný sveitarstjórn þurfa að taka allar ákvarðanir í framtíðar í þessu, sko. En aðeins í sambandi við Hvalárvirkjun vegna þess að þetta er bara það sem hefur staðið lengi og það hefur svona það var komið upp alltaf í raunin alltaf nýjir fletir í fréttaflutningi af málinu. Ég man svo langt að einhver ítalskur barón sem eða einhvers konar fursti, ég man ekki nákvæmlega, sem er próforma eigandi Engines. Tíma þá var hann einhvers konar aðalpersóna í þessu máli og svo dróst inn í þetta sú friðlýsing sem eigendur eða hluta af eigendum Dranga fóru fram á og urðu fyrstir íslenskra landeiganda til að biðja friðlýsingu á sinni landareign. Sko, eina svæði á Íslandi sem er formlega friðlýst sem óbyggð víðerni. Það er þarna? Það eru Drangar. Það er ansi flott. Gott hjá þeim. Já, meir en það, sko. Sannir villimenn, sem það segir. Og í þarna fyrir norðan er þessi nafnbót alltaf notuð í virðingarskyni. Já. Sá sem er sannur villimaður, hann er góður strandamaður. En þú myndist líka aðeins á að það er ekki nóg að virkja einhverja á, það þarf að tengja hana við raforkukerfið og það hefur allan tíman verið töluverður ásteytingarsteinn eða svona má segja þröskuldur og ég er ekki frá því að það hafi haft áhrif á sínum tíma að menn voru í rauninni til í að setja þessa virkjun í nýtingaflokk vegna þess að þeir kannski héldu að hún yrði aldrei að veruleika vegna þess að það veri svo flókið og dýrt að tengja hana við raforkukerfið. En nú eru slík áform á teikniborðinu með línulögn yfir Ófeigsfjarðarheiði niður í Djúp og síðan í tengipunkt ef ég man rétt í Kollafirði eða við Nauteyri eða án að vera Kollafjarðarmegin við heiðina. Það er sett yfir á Langadalsströndina og þaðan svo yfir í Kollafjörð. Hafið þið sett ykkur eitthvað inn í það hvað þau áform eru langt komin? Þau voru komin í umhverfismat, þessar 2 línur, sko. Frá Mjólkarlínu yfir í Djúp og svo Djúp áfram yfir í Hvalá. En nú er þetta maður veit ekki hvað verður, sko. Nei. Því að Landsnet hlýtur auðvitað bara að setja það allt í frost, sko. Ef það er ekki virkjun á enda línuna, sko, við Ófeigsfjörð, sko, þá er nú tilgangslaust að leggja hana, sko. Svolítið sérkennilegt
mál í rauninni að Landsnet skuli vera til í að gera þetta Já. fyrir nokkra milljarða ef ég man rétt. Já, en það þurfa að vera ansi margir milljarðar held ég til að þetta borgi sig yfir höfuð upp. Nei, það má líka leggja það lóð á vogarskálina að á hinum enda línunar á að vera virkjun í eigu eina orkufyrirtækisins á Íslandi sem í einkaeign. Já. Það ekki? Jú, eina svona sem stóra. Hinn eru meira og minna svona annarkvort mjög lítilega. En þarna glitti líka í fleiri virkjunarkosti vegna þess að það hefur verið talað svo kallar Austurgilsvirkjun í Skjaldfanadal. Já. Og Skúfsvötn. Sem skúfsvötnin eru upp á heiðinni fyrir ofan Nauteyri og Rauðamýri og þar. Og svo hefur líka verið nefnd Hvanneyrardalsá inn í Ísafjarðarbotni sem að eru kannski skemmur á vegkomin. Veistu, þekkirðu einhvað svona hvar þessir virkjunarkostir standa svona í meðferðarferlinu? Nei. Það að segja Austurgils, hún nú komin í nýtingu, það ekki? Ég ekki viss. Nýtingaflokki í rammaáætlun, þetta svo mikið fram og tilbaka Svo margt. Skúfnavötnin, þau eru ekki í nýtingaflokki en þau eru til umfyllunar hjá rammaáætlun. Já. En án Hvalárvirkjunar þá þetta allt saman út á borðinu? Já, því að hún á að vera þessi hotsteinn í bara áformum Landsnets að tengja yfir í djúp yfir höfuð, þar sem það er engin ástæð til þess að vera með sérstaklega tengipunkt þar á hálfu Landsnets. En ég ímynda mér að þessar virkjunarhugmyndir sem ég nefndi að þær hafi í rauninni verið svona eins og lóð á vogarskálum þess þegar ákvörðinu var tekin að leggja þessu línu eða tengja þessar virkjanir við. Það var hugmyndins að búa til tengipunkt í djúpi, svo var svo hægt að búa til hérna tíu og allar virkjanar hinar líka því þær eru miklu minni Það Hvammsvirkjun hefur aðeins verið nefnd í þessu samtali og framkvæmdaleyfi eða virkjanaleyfi þar var á sín tíma fellt úr gildi á grundvelli þessara sömu vatnalaga og þú vísar til. Já. Ríkisstjórn brást við því með því að setja sérstök lög Hvammsvirkjun. Já, eða það var gefið út virkjanaleyfi núna í desember og það er 4. virkjanaleyfi sem er gefið út fyrir Hvammsvirkjun Já, þetta er ekki gengið. Þetta er algjörlega galin saga Það var gefið sett fyrst út Landsvirkjun sótti virkjanaleyfi í júní 2021. Já. Og eftir mikið vesen á þeim og það voru umsóknargögnin hjá Landsvirkjun voru mjög illa unnin fyrst með afrit að þeim maður heldur að þessi einhvers konar nánast eins og þessi að grínast eða bara veit ekki alveg hvað þau eru að gera með þessa virkjun en og Orkustofnun þá sem heitir núna Umhverfis- og Orkustofnun sendir mér þess festið formlegt bréf til Landsvirkjunar og segir hér vantar þetta og þetta og þetta og þið þurfið að vinna þetta betur og bara gjör svo vel ef þið viljið fá þetta virkjanleyfi það þurfið að gera betur og Landsvirkjun notar þetta nú oft sem svona einhvers konar svipu segir að gangi allt svo hægt í kerfinu. Það var nú bara þeim sjálfum að kenna hvað þetta umsóknarferli fyrir fyrsta virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar gekk illa fyrir sig bara svo það sé sagt. Að Landsvirkjun getur nú Þeir kölluðu það yfir sig sjálfir. Já, algjörlega. Og eiga það skuldlaust Þau fengu svo virkjunarleyfið eftir að hafa bætt úr einhverju og fengu það í desember 7. desember 2022 og það var kært af fjölmörgum af samtökum og landeigendum og til úrskurðarnefndar í janúar og þar voru náttúrugrið með í einni stóri kæru. Já. Og þar rauninni fyrsta kæra til úrskurðarnefndar þar sem að lög um stjórn vatnamála nefnd. Já. Almennilega. Þó að lög um stjórn vatnamála væri búin að vera í gildi frá þá í 11 ár. 2011. Já. Og vatnatilskipunum frá 2000 þá hún. Þannig að og hefði kannski mátt að ætla að einhverjir í stjórnkerfinu vissu af þessum lögum og áhrifum þeirra á framkvæmd af þessu tagi. Já. En ég veit ekki hvað Landsvirkjun þau vissu eflaust vel af þessu en hvort að þau við einhvern veginn ákveða bara nenn ekki að standa í þessu veseni þau fá yfirleitt hvort þeir virkjunarleyfi sín bara afhent
og þau sem sett fengu þetta virkjunarleyfi en svo kom úrskurðurinn 2023 og þá var það fellt úr gildi ógilt á úrskurðarnefnd og það var fyrsti stóri sigurinn Hvassvirkjunarmálinu. Þá sóttu þau aftur og þá voru þau búin að bæta við þarna heimild, undanþágu heimild í samræmi við lögum stjórnvatnamála og undanþágu heimildin sem sagt veitir þeim leyfi til að, við getum bara sagt, eyðileggja Þjórsá, þar sem Hvassvirkjun þurrka upp stóra hluta farvegarins og stífla út í lón og allt þetta og þá fer það fyrir dóm, þá er því stemt. Það fer ekki fyrir úrskurðarnefnd, heldur það er fyrsta umferð þessi landeigendur við Þjórsá stefna og það fer fyrir héraðsdóm og svo beint í Hæsta og það virkjunarleyfið er fellt úr gildi fyrsta héraðsdómi og svo staðfesta Hæstaréttardómi og þá var það vegna ágalla í lagasetningu og Landsvirkjun kennir þá bara löggjafanum því að Landsvirkjun kennir alltaf öllum öðrum það er aldrei neitt í klúði hjá þeim nei. Og þá farið í þessa lagasetningu að byggsa eitthvað bráðabirgða virkjunarleyfi. Hugmyndum er það í framhald af því sem að lögum gefin út sérstök lögum Hvassvirkjun? Og það er kallað sagt það sé sagt, bætt við ákveði í raforkulögum að það megi gefa út virkjunarleyfi til bráðabirgða og þau svona ráðuneyti og ríkisstjórn og svona reyndi einhvern veginn að segja þetta væri nú bara svona almennt og eitthvað svoleiðis en við vitum alveg að þetta var kallað bara, þetta var Hvassvirkjunarfrumvarpið. Þetta var frumvarp sérstaklega lagt fyrir og samþykkt fyrir Hvassvirkjun og þá var gefið út bráðabirgðaleyfi og svo nýtt virkjunarleyfi sem núna aftur búið að stefna fyrir dóm. En í ljósi þess að þessi vatnalög eru ríkur þáttur í rökstuðningi úrskurðarnefndarinnar þurfum við við því að búast að stjórnvöld grípi til einhverja sértækra aðgerða með líkum hætti gagnvart þessum nýja úrskurði Hvalánna? Hvalánna eða kannski ekki grundvöllur fyrir því? Nei, það er svolítið erfitt því að þarna er ekki bara vatnalögin heldur líka bara lögum umhverfismat og alls konar. Þetta er mjög fjölþættur úrskurður það tekið rauninni heildar úrskurðurinn tekur þetta bara fyrir heild og þannig að það er svolítið að setja sérlög bara þessa virkjun, það væri svolítið svona, Það maður heyrir það oft í málflutningi þeirra sem hafa áhuga á náttúruvernd og umhverfismálum þessar mundir að núverandi ríkisstjórn sé að valda þeim vonbrigðum og margt í stefnu núverandi umhverfisráðherra eða ef við ekki setja kannski bara ríkisstjórnir að gera hana ábyrgðarmanni fyrir þessu að það svona þessi málstæður sé kannski ef til vill svolítið munaðarlaus undir núverandi stjórnvöldum. Finnst þér þetta sanngjarn málflutningur? Er þetta ykkar mat á stöðinni? Það er engin náttúruvernd innan ríkisstjórnarinnar Þannig að þú ert sammála því að náttúruverndin eigi engan málsvara? Ekki á Alþinginu. Ekki á þinginu? Nei, það er fólk á þingi sem ég veit að eru svona náttúruverndar sinnað en ríkisstjórnin og meirihlutinn og hvað þá stjórnarandstaðan þetta er ekki það er sérst hvergi glitta í nokkra von náttúruvernd innan þings Ef við lítum aðeins í baksýnisspegilinn, var ekkert talað náttúruvernd í síðustu alþingiskosningum? Eða umhverfismál yfir höfuð? Lítið. Ég man ekki eftir því Nei, það var hins vegar fyrir þau sem að kannski eru fyrir vonbrigðum með til dæmis flokk umhverfisráðherra þá má nú alveg líta til þess að það var ekki mikill í náttúruvernd fyrir að fara í málflutningi
hans flokk Samfylkingarinnar sko fyrir kosningar sko. Fyrir utan þetta, nú þetta umhverfisráðherra hann hefur komið að þessu Hvammsvirkjunarmáli auðvitað, með þessum lagasetningum. Það mætti líka nefna þær breytingar sem hann hefur sagt hann ætla vilji gera á rammaáætlun og hefur kannski þegar gert. Og svo núna síðast að þá leggur hann fram frumvarp sem að hann segir að eigi að greiða fyrir framkvæmdum og minnka flækjustigið við framkvæmdir í til dæmis virkjunum og svona framkvæmdum í náttúrunni. Já. Hefur sett þið inn í það hvað það helst sem að hvert helsta inntækið í þessum áformum hans? Sko, við getum bara sagt eins og að sumt ekkert, sko, sumt til dæmis eins og að þessi sameiningu umhverfis- og orkustofnunar þar sem tekið eitt leyfi í rauninni sko, því að það sem var svo mikið flækjustig í kringum Hvammsvirkjunar leyfin voru að þáverandi umhverfisstofnun var að gefa undanþágu heimild til breytinga á vatnsloti Þjórsár og svo þurfti orkustofnun að taka við þeirri og einhvern veginn var þetta stjórnsýslulega var þetta mjög loðið og furðulegt. Og flókið? Ég sko rauninni bara, við vissum ekki með einsinni, ég ekki vissum að það hafi verið sko lagastoð fyrir þessu. Ok. Þannig að þegar hann segir það eru einföldun á hinn og þessu sko, þá ekkert sumt af þessu bara til bóta. Einmitt. Bara segja eins og sko. Já. Þannig að og hann og svo verið að tala um nýtingu lághita og alls konar sem auðvitað bara hitt bestamál og mjög nauðsynlegt sko. Já. Á sérstaklega á köldum svæðum og svoleiðis og að flýta fyrir því og það þarf auðvitað bara að gæta að eignarrétti og það þarf að gæta að það sem gengi vel allt svoleiðis sko. Já. Og leita til náttúruverndarnefnda og allra til þess bæra aðala sko. Þannig að sumt gott. Já. Ég ætla ekki að hvað verst við þetta, þessi áform? Sko, þegar hann sko rauninni finnst mér bara framsetningin ein og sér þetta vond. Já. Því að það sko hugmyndin að umhugsun og náttúruna sé til trafala. Hugsið ykkur. Já. Þetta þetta á því sko í þeim heimi sem við búum núna sko það að hugsa náttúruna það til trafal og það að fyrir bara sú framsetning galin sko. Já. Hún svo vond en að taka og segja við ætlum að auka jarðhitanýtingu og þar þurfum við hins vegar að gera sko sitja varnagla sko. Jarðhitanýting nefnilega margskonar eins og við vitum sko. Það þetta að nýta bara bora eftir heitu vatni til húshitunar sem hið besta mál og þetta bara umhverfisvænt og nauðsynlegt sko. Kemur veg fyrir og fólk þurfa að borga hærri rafmagnsreikninga og allt þetta sko á köldum svæðum sérstaklega og við vitum á Ísland svo sérstakt sko að við vitum að það jarðhiti undir nánastarstaðar sko. Við þurfum að leita hans og það auðvitað það sem að sko, stjórnvöld hafa kannski áratugi bara dregið lappirnar jarðhita leit en svo hinn nýtingin og það að rótast og djöflast í háhitasvæðunum til þess að framleiða rafmagn til að framleiða bara rafmagn og svo smetla sko varmanu sem eftir í gufunni hunsa hann sko og það eru virkjanir eins og Krafla og þess ekki virkjun það sem ekki verið að sko fara vel með orkuna á þessum svæðum sko Svartsengi til með svo Nesjavellir þar eru virkjanir sem að sko það framleitt rafmagn en uppalega voru þær auðvitað til húshitunar. Þetta sko og þær voru teknar í sko smáum skrefum. En svo kemur Hellisheiðarvirkjun
sem bara eitthvað skrimsli og fór næstu með orkuveitan hausinn og svo hefur hún bara dalað og það þurfti að bóra meira og þá átti að gera ráð fyrir öðru virkjunum en í kring og slá það allt út af borðinu því þetta var svo illa unnið. Ég held ég hef séð það einhvers staðar í áformum helseðavirkjunar að þeir gera ráð fyrir að þurfa að bóra vinnsluhæfa holu annað hvert ár ófyrirsjáanlega framtíð. Þannig að það kemur í rauninni ljós að það var maður, prófessor Stefán Arnórsson, minni með hann heiti, sem hafði það fram yfir marga aðra álitsgjafa á sín tíma. Hann gráhærður og bjóð þarst yfir meiri reynslu og þekkingu heldur margir aðrir. Það hefur komið í ljós að hann hafði allan tíma rétt fyrir sér áhrif þess að bora á svona háhitasvæðum. Þetta eins og að stinga mjög mörg göt á sömu blöðruna. Þá hrapar þrýstingurinn bara hraðar. Og hann tala alltaf þetta að það yrði að virkja 30-40 megawatt í einu og sjá hvað gerðist. Sjá hvernig jarðhitakerfið bregst við og það hefur bara ekki verið gert Það hefur ekki verið gert, nei. Ég sá að það er auðvitað alltaf brotalína milli þeirra sem aðhyllast náttúruvernd og svona gætni í umgengni við náttúruna og hinna sem eru svona áhugasamir framkvæmdamenn og líta á náttúruvernd sem einhvers konar stein í götu þessara áforma. Og ég sá að núverandi umhverfisráðherra hann fær helmingin af forystugrein Morgunblaðsins í dag þar sem honum sérstaklega hrósað fyrir áræði og dugnað í þessum málum og þá sérstaklega verið að tala þetta frumvarp sem á að lækka flækjustigið sem við sögðum áðan að væri sumt gott en annað miklu verra. Hefði líka mátt nefna þarna áform hans eigna upptöku, það er að segja breytingu á svona vinnubrögðum má segja í eignanámi þegar er að ræða framkvæmdir á vegum hins opinbera þannig að allt þetta sjá menn sem einhvers konar bakslag og þeir sem taka dýpst í árni þeir vilja meina að þetta sé í rauninni ríkisstjórn atvinnulífs og sérhagsmuna frekar heldur en svona hvert er ykkar viðhorf í þessu? Ertu sammálað þessu? Já, ég er alveg sammálað þessu þetta þarf samt að skoðast í miklu stærra samhengi þetta er ég veit ekki hvaða ríkisstjórn hefur sittið á Íslandi sem hefur verið einhvers konar umhverfisvæn stjórn Ég man ekki eftir inn í svipinn. Nei, ekki ég heldur. Ég man nú ekki kannski rosalega langt aftur, styttir en þú en samt þó og þetta ríkisstjórnin sem fór í Kárahnjúka og fekk þar bara 80-85% atkvæða á þingi fyrir því það var nú ekki umhverfisvænt Nei. Og ekki stjórnir sem hafa tekið við síðan þá en það var nú kannski Jóhannes stjórnin sem var á bremsunni en þetta er eiginlega miklu meira kannski þetta er eiginlega fyrir mér þá er þetta eins og orkuiðnaðurinn hann keyrir á að byggja og selja byggja og selja og það er engin hugsun svona sérstök á bakvið þurfum við á raforkuna að halda kannski einhver náttúruverðmæti sem þarf að vernda frekar ekkert svoleiðis í gangi eins og sést bara með Hvammsvirkjun menn hún er þessar virkjanir neðan Búrfells virkjun Þjórsárveri byggð þetta er bara 100 ára gömul hugmynd inn að ben og það var farið svona að planleggja þetta kannski í kringu 1980 hvernig best að raða upp afganginum að Þjórsá neðan við Búrfell umhverfismatið fyrir Hvammsvirkjun er 25 ára gamalt við erum að tala bara frekar aldraðar hugmyndir og það verður enginn á nokkur tímapunkti sagt býtu, kannski náttúran einhvers meira virði nema bara einhver svona viðhorf fólks breytast sennilega hægt en viðhorf orkugerans ég held að hann muni bara ekki breytast Nei, það er engin í sjálfu sér við sjáum engin merki þess en
allt þetta tengist því að maður hittist undir fólk sem að talar að það sé eitthvað bakslag í náttúruvernd og þessi málstaður sé munaðarlaus og allt það. Hvert er þitt mat á því? Sko, þetta er bara sitt og hluturinn. Við getum alveg sagt náttúruvernd og náttúran er munaðarlaus. Já, hvar? Inn á þingi. Já. En þingið er ekki allt, Horfið frekar til bara samfélagsins. Og þar er, ég held að orkuiðnaðurinn og þessi sem vilja virkja og eins og ég segi, ég held bara að svo kallið umhverfisráðherra sé í vasanum á Landsvirkjun og fleirum. Völdin er ekki jafn mikil í höndum á þessum aðilum eins og þau voru. Og það er verið að henda út skoðanakönnunum sem að spyrja vilt þú virkja meira eða virkja meira, hvað því það er það að út til einavirkjun eða er það að virkja allt og orkuiðnaðurinn, mér finnst að vera miklu frekar í svolítið vörn gagnvart samfélaginu. Alþingi er í vasanum á orkuiðnaðinum. Við þurfum bara ekki, það er ekki eina sem við þurfum að hugsa um. Við þurfum líka að hugsa um hver er staðan á samfélaginu og ég held að umhverfisvernd orkuiðnaðurinn þarf að hafa ansi mikið fyrir hlutunum að sannfæra almenning að vernd náttúrunnar sé ekki málið og það þurfi að virkja. Almenningur veit alveg að við erum mestu raforkuframleiðendur í heimi. Svo spurningin mín er við getum haft áhyggjur af Alþingi og þau munu halda áfram að djöflast en almenningur þarf auðvitað að styðja sín almannasamtök á sviði náttúruverndar og þeim fer fjölgandi. Almenningur þarf semst að láta í sér heyra. Já. Kjósa með fótunum og ganga í félaga. Já, og bara taka þátt í grasrótarstarfi og því að við vitum alveg og það er ekkert bara umhverfisverndin sem að hallar á innan Alþingis. Það eru bara alls konar málefni. En fyrir mér er fólk hefur maður heyrir hennan, ég vil ekki segja barlóm, en það fólk er svona svartsýnt. En þá, með þetta sem þú segir, er fólk þá kannski að rugla saman annars vegar almennum stuðningi í samfélaginu við náttúruvernd og umhverfismál og hins vegar því pólitíska munaðarleysi sem að varð til þegar að Vinstri grænir hurfu út af þingi og þar á leiðandi sem að var þrátt fyrir allt einu flokkur sem hafði þetta á sinni svona dagskrá. Já. Þannig að það er kannski pólitískt bakslag en ekki raunverulegt. Ég held að þann akkurat þetta munaðarleysi á Alþingi er ekki það sama og munaðarleysi í samfélaginu en það þetta narratífan sem að flokkarnir á þingi og orkuiðnaðurinn og samtök atvinnulífs og fleiri vilja auðvitað reyna að koma að náttúruvernd sé bara úrelt og gamaldags og það að virkja meira og allt þetta En það narratífa sem hefur verið í gangi í áratugi. Og af hverju að fara allt í að eltast við það það er gömul tugga. Það var alltaf bara Kárahnjúkar og sökva Þjórsárverin þetta hefur alltaf verið sama gamla tuggan að það þurfi náttúruvernd sé að þvælast fyrir. En fólk hefur áhyggjur af loftslaginu. Ný skoðanakönnun frá Náttúruverndarsamtök Íslands sýndi það. Og það eru flokkadrættir þar en almennt séð samfélagið held ég að sé miklu meira skýrari sín á þetta heldur stjórnmálamenn. Pólitíka finnst mér bara vera gamaldags. Ég er hræddur að saga mun ekki rósa þeim fyrir þessa framgöngu í núverandi ríkisstjórnarsamstarfi. Ég ætlaði að spyrja það hvernig náttúruverndarfólk ætti þá að bregðast við ef það væri þetta bakslag í náttúruvernd sem að þú ert ekki alveg sammála en svarið við spurningunni viðbrögð þeirra sem að aðhyllast þennan málstað þá væntanlega að taka virkari þátt í starfi félaga á þessu sviði og láta með einhverjum hætti í ljós afstöðu sína
og þá kannski nærtækast að nefna að því að þú myndist á mjög fjölmenna göngu sem var farin í tengslum við mótmælum við Kárahnjúkavirkjun á sínum tíma og vakti töluverða athygli og að Landvernd ætlar að standa fyrir göngu á sumardaginn 1. sem að það hefur verið óskað eftir þáttöku sem flestra félagasamtaka í því og þannig að það kannski full ástæða að hvetja fólk til þess að mæta þar. Já, sjálfsögðu. Og við skilst að menn vilja að þetta eigi að líta út eins og svona kröfuganga. Það að segja ef að menn eru í einhverju félagi þá eigi helst að vera með fána félagsins í göngunni. Og ég hef þegar gert ráðstafanir til þess að ég fæ að bera fána Ferðafélags Íslands í þessari göngu og ég geri það þá fyrir hönd 11.000 félaga í Ferðafélaginu. Já. Ég geri ráð fyrir að við sjáumst í þessari göngu. Það sjálfsögðu. Já, við erum með. Viltu bæta einhverju við þessa hvatningu til náttúruverndafólks? Já, og bara láta ekki villa umræðu eða hagsmunasamtaka láta ekki orðræðu þeirra villa sér sín. Það aðalatrið og ekki halda að allt sé búið. Þetta ekki svartnætti. Nei. Þetta mér líður bara eins og eftir hann Hvalár úrskur hann mætti umhverfisráðherra og sagði nú ætti að fara að minnka flækjustigið og sagði við erum bara rétt að byrja. Ég sagði já, kannski erum við líka bara rétt að byrja. Þetta eru prýðileg lokaorð, Snæbjörn Guðmundsson, formaður Náttúrugriða og þá vil ég bara segja við áhorfendur, þakka ykkur fyrir að horfa. Við gerum ráð fyrir að græna borðið verði á dagskrársamstöðurinnar minnstu kosti fram á sumar og ég held að því að það þessi dagur í dag að við erum þarna á dagatalinu að það sé rétt að segja bara gleðilega páska. Takk fyrir.